Komið sæl og velkomin í fyrsta leik dagsins í þessu úrvalsdeildar helgamóti. Bjartur Hafþórsson heiti ég eða Sakila og með mér er Sævar Snorrason eða Asetia. Við erum peppaðir sem og alltaf og fyrsti leikur dagsins Böðlar á móti Atgerum. Bæði liðin hafa náttúrulega staðið sig mjög vel. Böðlar ekki fengið stig á móti sér og Atgerar fengu á sig 1 stig í gær á móti Tröllum. En gríðarlega spennandi leikur og skemmtilega framöndan. Þess má geta að það er Aron í báðum liðum. Já, þú meinar? Það verður gaman að sjá hvor Aronin ber sigur og býti minn í dag. Já, mikið í húfi. Það er aldeilis mikið í húfi. Þess má geta að Atgerar enduðu í 4. sæti í deildinni í vor. En þeim tókst í gær að sigra liðið sem var í öðru sæti í vor, Tröll, og einmitt liðið sem tók að þeim stig og tryggðust þannig í þennan undanúrslitaleik. Þetta verður hörku leikur. Mikið rétt og fyrsta map dagsins Busan. Það er nú alltaf skemmtilegt map. Suður Kórea. Vonandi kannski að við fáum einhver skemmtilega klippur úr karaokeinu. Það er alltaf gaman. Já, ekki vona það. Jú, en við skulum bara fara að vinda okkur á stað. Já, þetta ekki. Þess má geta að á meðan þessi leikur að spilast þá eru Selir að spila við Bölvun á sama tíma í undanúrslitaleik loser bracketsins og sigurvegarinn þaðan spila svo við þann sem að tapa þessum leik og sigurvegarinn úr þeim leik kemst svo á móti sigurvegarinn úr þessum leik í úrslitaleik. Þannig það er möguleiki að við sjáum þennan leik endurtaka sig. Það gæti gerst. Það getur allt gerst í þessu. En við erum að rúlla hérna inn á Busan. Sjáum að liðin eru mjög svipuð og þau voru í vor. El Maestro Steel, Futark Númling. Usual suspects. Aron reyndar komin inn hana. Dortingull var held ég komin aðeins inn hana daginn í vor. Við höfum séð til hans. Og svo hinum megin erum við með Rúnar, Óglokkar, Aron, Krissa, Snors og Avi. Avi náttúrulega þekktur fyrir að vera Diva Legend. Já, kom sterkur inn í deildinni í vor. Geggjaður sko. En þá var hann reyndar, var hann í Atgerum þá? Jú, ætli það ekki. Jú. Ég held að segja alveg rétt. Ég er örugglega bara ruglaður. Já, það er náttúrulega löngu vitað. Hvernig leggst helgin í þig? Freka vel. Það var gott. Jú, enda hún er náttúrulega að vera búin sko, búið að vera svaka partí þess helgi. Svona helgamót er ekkert grín með þér? Nei. Þetta er alveg fyrr. Gott ef að annan leikur dagsins verður ekki bara örfá mínútum á eftir þessum segi ég, en svo held ég að verði einhver smáræðileg pása áður en að úrslitaleikurinn verður svo í kvöld. Aðeins að gefa fólki tíma til að anda og meðtaka þetta. Kannski borða kvöldmat. Jæja, við erum þá að fara að detta hérna inn á Busan og böðlarnir líti út fyrir að taka double bubble. Symmetra líklega úr spawni. Ég hef ekki mikið sér Symmetra verið að spila á þessu mappi. En maður veit aldrei. Sömuleiðis er dive í gangi hinum megin. Þar erum við með Winston, Diva og Sombra og Tracer. Aron skiptir úr Symmetrun yfir í Tracer. Við erum með Mirror Tracer hérna. Og strax byrjaðir rígur á milli þeirra. En engin fallinn enn byrjar tiltölulega rólega hérna. Allir inn í bíóhúsinu. Atgerarnir bakka aðeins út. Mæta svo bara aftur inn og hugsanlega fyrir fyrsta pikki að koma hérna. Rúnar orðinn virkilega lágur og hann fellur fyrsti hendur Steel. Steel með double kill hérna. El Maestro
kemur svo sterkur inn en Ekki vel út. nei, böðlarnir virðast vera að taka þetta hérna. Atgerðarnir neðast til að bakka. Böðlarnir eru að byrja að kappa pointið. Gera það nokkuð örugglega. En atgerðarnir búnir að grúpa upp og hér stekkur Rúnar inn. Fyrstu 2 últin koma út, Nano og Rally frá böðlum. Rúnar fellur hér snemma og glokkar ekki mekkapointi. Böðlar nokkuð öruggir. Reyndar voru atgerðarnir nálægt í að kappa pointið en það hefði ekki enst lengi ef það hefði tekist það. Þess má geta að böðlarnir eru að stórum hluta íslenska landsliðið í Overwatch. Hér kemur út grafið frá El Maestro. Skemmtileg búbla hjá Rúnari. Pulse-bombing kemur inn í þetta. Nær Krissa. Fúþark hreinsar upp Rúnar og atgerðarnir enn einu sinni neyðast til að bakka hér út. Þeir spila hjá böðlunum og eiga ennþá 2 últi góða. Gerðu vel hérna að vinna bardagan með þessu kombói. Þess að geta að Akira situr nú á öllum últum nema Moira-últinu. Það er hárrétt hjá þér. Og Aron virðist hugsanlega vera að koma sér í eitthvað stöðu til að gera kombó hérna. En sprengjan, jú, finnur Dortingul. Og Atgerar hugsanlega að fara að ná að vinna sinn fyrsta bardaga hér. Já, lítur algjörlega svoleiðis út. Aron er að tefja en Atgerar ná að kappa pointið. Taka þetta, eiga 2 últ eftir. Notuðu þarna 4, nei 3 fyrirgefðu til að taka þetta. Og Dortingull líklegur til að nota Dead Eye til að reyna að vinna þennan bardaga hérna sem er að fara að hefjast. Rúnar hendur í Primal Rage og Avi býtið Krissi, finnur svo Dortingull þannig að hann getur ekki nota Dead Eye núna. Gæti verið mjög sterkur leikur að ná hann svo snemma. Stíl hins vegar klórar í bakkann og tekur báða supportana. Og glokkar gleipir pulse-bombið. Jæks! Frá Aroni og Rúnar drepur hann svo. Vel gert. En Rúnar er tekinn út af pointinu og glokkar í pínu vesinni nota bombuna til að redda sér. En hún finnur engan, kemst þess að vera aftur í mekkið. Og atgerðarnir, virðist alltaf að kontesta pointið í smá stund til þess að, fá þessar prósentur. Það eru mjög mikilvægar. Hér kemur þess að dettaði út. En finnur engan. En böðlarnir náðu hins vegar að snúa pointinu við. Og núna hafa atgerðar eiginlega bara eina tilraun. Aron er að koma sér fyrir aftan, bara lengst fyrir aftan, spyrja hvað hann gerir. Er með EMP. Gerist áræðanlega eitthvað skemmtilegt hér. Nú þarf hann að snerta. 2% eftir, overtime byrjað. Fúþark er á pointinu en Oglokkar og Aron eru á honum. Það kemur Stíl í Primal Rage-inu, ætlar að ýta þeim í burtu. Oglokkar fer á pointinu. Aron deyr með EMP, þetta gæti verið dýrt. Sjáum hvað gerist hér, gæti verið úrslitabardagan í þessu rándi. Fúþark, nei, Rúnar segi hendur í Primal Rage. Hér kemur út bomba frá El Maestro en finnur engan. Stíl hins vegar nær snorsa með hann. Aron komið tilbaka með EMP-ið. Kemur út! Hér kemur EMP-ið út á pointinu og hugsanlega líklega eru böðlarnir að taka þetta hér eða hvað. El Maestro nær Aroni. Pulse-bombi kemur út og finnur Dortingull frá Krissa. El Maestro enn á lífi á pointinu. Tefur þetta rosalega vel og lengi. Og atgerðarnir eru ekkert mikið að fókusa niður fyrir hann fyrst núna en hann tekur Oglokkar áður en það gerist. Missir svo mekkið. En þá er liðan að mæta tilbaka. Og nú eru böðlarnir mættir aftur. El Maestro að tefja þetta gríðarlega lengi, fékk ekki fókusin á sig sem að hefði þurft til þess að atgerðarnir hefði getið að snúða sig við. Kemur pulse-bombi á Rúnar og hann fellur í kjölfarið. Og núna virðast böðlarnir vera að klára þetta. Oglokkar rétt nær að snerta pointið. Fissi með honum. Hendur í Mines. En jú, kemst aftur á pointið. En er í svolítið miklu vesenni og böðlarnir taka þetta fyrsta round. Nokkuð örugglega. Númlingur skemmtilegt double kill í lokin. Mjög svo. Nokkuð örugglega. Þetta var
var æsi spennandi í loka partæði. Það var það reyndar, en baularnir leiti þetta skemmtilega framan af. Hér erum við að sigla inn í Mecha Base. Það verður gaman að sjá hvað gerist hér. Þetta nú oft map þar sem að liðin vilja spila nálægt hvor öðru. Mikið cover og hægt að gera ýmislegt skemmtilegt up close. Enda sjáum við Sarjan og Ræninn koma út frá böðlum hérna. Og Mei... Mjög sterkt mapp fyrir þau. Aron fer á Mei með þeim og hinum megin fáum við Sigma, Bolta og Ass. Gríðarlega Svo ólík sjáum við komp. Zenyatta, gríðarlega ólík komp. Það verður gaman að sjá. Kemur inn fyrir Böðlarnir pússa aftan böðla hafið. hérna. Slammar... Nei, hann gerir það ekki. Gera það núna. Skemmtileg rotation að báðum liðum og atgerðarnir að standa sig vel hérna. Báðir DPS-arnir með intro pick og komið þriðja. Atgerðarnir virðist vera að taka hennar bardaga nokkuð örugglega. Já. Bara Futhark sem að lifir enn og hann þarf að koma sér tilbaka. Jæks. Hvað, hann er eitthvað að dansa hérna utan á. Það eru breytingar í böðlum. Út kemur Dívan og Sarjan. Nei, hérna, Horizon, fyrirgeðu. Rétt. Já, fljótir að breyta þessu til þess að countera væntanlega það sem er í gangi. Já, slam. Atgerða megin, skemmtilega slam en Óklokkar tekin út með miklu CC. Stílins er tekin út af Rúnari. Og El Maestro ekki í mekki. Atgerðarnir standa sig gríðarlega vel hérna. Snorr standa sig gríðarlega reyna. Já. Og böðlarnir neyðast til þess að bakka aftur. Á meðan að, atgerðarnir eru að nálgast ansi mikið af últum. Konum með 2 alveg að detti 3 og svo 2 eftir langt undan. Sjáum Krissa að leita stykki hérna. Eða hvað? Rúnar hendir í rosalega gott últ hérna. Engin fellur í því stykkið. Nær doppelinn og núling. Og atgerðarnir gjörsamlega eiga völlin núna. Böðlarnir ekki að finna mikla lausnir og ekki gríðarlega mikil tími eftir. Strax konin í 75%. Ekki búið að kontesta það mikið hjá þeim. Og sitji ekki á neina gríðarlegu ult advantage. Það er rétt. Ekki þannig séð. Góðu steitt hann sem að stoppa chargeið hjá Stíl sem er komin aftur á Reinhardt. Bob á high ground. Aron tekur Aron. Nú eru böðlarnir að ná einhverjum pikkum sem eru búin að vera að bíða eftir Óklokkar eins að finna númling en er tekin út á Dordingli. Við erum að nást. Böðlar virðast að taka pointi hérna, þeir taka það. Rúnar kappa pointið. Nei, Rúnar, hvað er ég að segja? Futhark. En böðlarnir náðu pointinu en eru svolítið að missa þetta niður núna. Út kemur þess að ult frá Aroni. Já, og númling finnur af í en atgerðarnir virðast samt ennþá vera með forskotið. Eru samt ekki að kappa pointið. Það er greinilega að ná að reynsa upp restina af böðlunum fyrst. Dordingullar á high groundinu, enginn að kontesta hann. Fær að skjóta algjörlega vilt og galið. Hendir svo í deadagið. Vel spilað. Og sýnist það að vera nóg fyrir böðla til þess að snúi svo aftur tilbaka. Vel gert hjá Dordingli hérna og óöppilegt að atgerðarnir hefði ekki spottað hann og mætt honum eitthvað. Stíl kominn, búinn að mirrora Óklokkar hérna. Stíl er taka svona 3. skiptingu eftir að rándi byrjaði. Hér er El Maestro mættur inn í atgerðarna. Og hér koma últin út. Búm! Ekkert. En atgerðarnir með gott follow-up. Og Aron standa sig vel á þessari Ass. Og núna hugsanlega er þetta að verða komið. Ekki margir böðlar á lífi, Dordingull nær líklega að snerta eða hvað? Nei! Hann nær ekki. Á þessu mappi, 1 round eftir. Atgerðarnir spiluðu virkilega samfærandi þessu roundi. Þó að böðlar kom sterkir inn í miðunni. Já.
kom smá kafli þar sem að atgerðarnir virtust vera að missa þetta frá sér en komu svo sterkir tilbaka. Þá er það Sanctuary. Já, atgerðar halda sínu striki. Böðlar hins vegar ætla að fara í double bubble. Gríðarlega spenntur. Aron hendir í simmendruna. Þetta er enda mapp þar sem að menn hafa verið að hanga á simmendrunni oft út rándið. Spurning hvort hann gera það hér eða fer aftur í tracerinn. Já, fer aftur í tracer. En það er hægt að byggja gott nest þarna bæði inn í húsinu og á pointinu. Böðlarnir taka húsið yfir og atgerðarnir eru aðeins dreifðari. Pointið opnar hérna, sjáum hvað gerist. Sjáum að Aron mætir á pointið en atgerðarnir fljótir að mæta. Og Aron nær fyrsta pikkinn hérna á Avi. Stíl ekki lengi eftir. Atgerðarnir ekki með support og þá gætir orðið fljótir að falla hérna restina af þeim. Sjáum hvað gerist Óglokkar, klórir bakkar og næri stíl en já, Böðlar kappa pointið. Ágætlega þægilegt. Atgerðarnir að mæta aftur. Kemur út Nanoið á stíl frá Númling og Aron finnur Snors. Stíl bakkar svo út en er tekin út og leiðin tilbaka. Gæti reyn stýrt. Var aðeins of lengi inni. Lottingur á detta í Deadeye hérna. Stíl eins og er komið aftur úr spáni og á Primal Rage. Atgerðarnir ekki alveg náða að capitalize á það að vera fleiri hérna í smá stund. Maestro finnur svo Krissa. Óglokkar kemur sér fyrir alveg að detta í mæns. Stíl stekkur aftur inn. Hér kemur transið út frá Snors og rallyið frá Avi. Sjáum hérna Óglokkar í skóli. Atgerðarnir þetta greinilega ekki tappa þessum bardaga. Er að committa með mörgum últum hérna. Og það virðist vera að borga sig. Virðast vera að snúa sig við eða hvað. Já, það er algjörlega útlit fyrir það. Futhark notar rallyið sitt en virðist ekki hafa verið nóg. Það er bara Dordingull sem að er eftir og hann reynir að komast tilbaka en Aron sér við honum og nær að taka hann út og kosta Böðlarna smávegis af tíma. Og báðir tankar í atgerðum með últi tilbúið. El Maestro á grafið, ekkert sérstaklega stutt í kombo-últið með pulsebombinu en Dordingullins á Deadeye líka. Spurning hvort það er noti grafið án þess að eiga eitthvað til að komboa með því og fókusa bara niður targetinn. Hvort það býð eftir pulsebombinu. Óglokkar og Krissi í baklínunni. Hér kemur grafið út! Frábært graf! Og glæsilegt follow-up. Það þurfti ekkert kombo með þessu. Supportarnir og Aron inn í því. Engin tankar til að vernda neitt. Virkilega vel spila þarna. El Maestro sá gott tækifæri og tók það og Böðlarnir nýttu það gríðarlega vel. Og núna eru atgerðarnir í vesenni. 10% eftir hjá Böðlum. Og atgerðarnir reyna að koma sér á pointi hérna. Rúna fyrir yfir á Winston til að komast ræða tilbaka. Þetta Sigma ekkert sérstaklega hröðhetja. Kemur Deadeye út frá Dordingli. Báði tankarnir frá atgerðarnir sem komnir á pointi. Aron finnur Snors á meðan. Stíl Aron líka. Lítur ekki vel út fyrir atgerð. Það kemur pulsebombi út en finnur engan hjá Aroni. Og hér eru atgerðarnir í stökustu vandræðum. Óglokkar reynir að halda sér á lífi. Sveifla sér hring eftir hring á pointi. Og er svo tekin út að lokum. Og engin atgerð sem að næra að snerta þetta. Fyrsta map, Böðlar 1, atgerðar 0. Woo! Við sjáum hér play of the game hjá Rúnari á Sigma.
virkilega skemmtilegt. Immortality fylgdi þess að kemur út þarna á móti en Chrissi með gott pulse bomb til að hreinsa þarna upp. Á ráða atgerðar næsta mappi og það mun vera escort map. Mikið rétt. Og verður gaman að sjá, já við erum búin að sjá allavega í þeim leikjum sem við höfum verið að kasta aðalega, já, Junkertown en líka aðeins af Havana. Já, þetta var ekki alveg rétt þegar maður velja hvaða map sem er. Ok, bara ekki control map. Já. Frábært, þannig að valið er algjörlega í þeirra höndum fyrir utan bara ekki Koth. Það verður gaman að sjá hvað gerðin ákvað að velja. Sýnist að verða Temple of Anubis. Mætum til Egyptalands og böðlarnir ætla að byrja á því að verjast. Það verður gaman að sjá. Ólíkt mörgum að þá er ég mikill áhugamaður Assault eða 2CP map. Þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist þetta. Allir sem ég þekki mikið á móti þessu og finnst þetta ja, ekki gott. Mikið snowball potential og oft jafntefli alveg upp í kannski 6, 7, jafnvel 8 stig. Já, en alltaf bæði mikið snowball potential, en líka mikið stall potential. Mikið rétt. Maður hefur séð langa leiki á 2CP. Og ég elska það. Því meira Overwatch, því meira gaman, segi ég. Ef leikirnir eru langir, þá fæ ég að horfa á meira. Það er ekkert vitlaust þér. Og það er alvöru fjör, verð ég að segja. Eitthvað svona 2-1 og það er ekkert fjör í því, sko. Við viljum sjá 10-10. Ég hef aldrei séð 10-10. Já, ég held að sé ekki miklar líkur á því. Ég hef fulla trú á þessu. Já, kannski ekki mikla líkur en já, maður hefur nú oft séð leiki fara upp í 4, jafnvel 6 og stöku sinnum meira að segja 8 stig. Jú, það er rétt. Það verður gaman að sjá hvað liðin gera hér. Það er ég til í að vera öllum stundum í þessum eyðimerkur hita. Þess má geta að þetta er fyrsta 2CP mappið sem er spilað á mótinu hingað til. Veistu, já, það er rétt hér. Sem við höfum kastað allavega. Það er bara staðfest. Það er staðfest. Þetta er einmitt kannski ágætt að minnast á það. Þetta er best of 5. Leikirnir í mótinu hingað til hafa allir verið best of 3 en þegar við erum komin í undanúrslitin að þá breytist það. Leikirnir verða örlítið lengri til að búa til aðeins meiri spennu. Böðlar halda sér á double bubble. Mikið rétt og Óklokkar heldur sig á þessum hamstri. Gottur á þessum hamstri. Aron kominn aftur á sambruna. Fútak fljótur að finna Krissa hérna í upphafi leiks. Argerarnir spila aðeins passíft sökum þess. Það gefa Krissa smá möguleika á að komast tilbaka. Dýlinsvegar setur mikla pressu. Það með Númling að fókusa sig með rifflunum sínum. Það mætir Stíl inn í herbergið þar sem Argerarnir halda sig og neyðist til að bakka út. Óklokkar aðeins að kíkta baklínuna. Virðist vera að ressa fyrir það. Allt sé sig komið á manninn. Og anti-aður og allt í vesinni. Stílinsvegar svæfður hérna. Og anti-aður svo í kjölfarið. Og Rúnar reynir að bóla honum burt. Svo aðeins að bakka sjálfur. Og Númling næra hreinsa hann upp. Vel gert. Snormsmíð nátti að falla og gera það á endanum og Argerarnir væntanlega taka sér bara smá tími að samla sig saman aftur í þetta.
Hins vegar Snorrs komið með nanóið. Þannig við sjáum það örugglega koma út á Rúnar mjög fljótlega. Styttist reyndar í það sama hjá Númling. Og El Maestro kominn með grafið. Það nú ekki oft sem að Zarian eina af fyrstu hetjunum til að fá ult, en það að gerast núna. Rúnar eins og að fæ nanóið. Mætir inn á El Maestro, hér kemur grafið út. Hittir engan. Ekki mjög heppilegt graf þarna hjá El Maestro. Rúnar hendur sér framar leið til herbyggið. 2 tikk koma í hús hjá Atgerum. Og Rúnar algjörlega að halda þeim inn í herbygginu. Stíl mætir svo pointinn anti-aður. Spurning hvort hann að halda einhverju lífi. Já, hendur í Primal Rage og Dóttingur finnur Snorrs. Nano-aður Stíl í Primal Rage. Við sjáum það ekki hverjum degi. En það að virka. Það aldeilis að virka. Heldur betur. En Atgerar náðu 2 tikkum út af þessu. Náðu 2 tikkum og voru nálægt í að ná þriðja. En hafa núna rétt rúma 1,5 mínútu til þess að taka restina af pointinu. Ljóskur mættur á pointinu, ætlar að reyna að ná tikkinu. Eða hvað? Sjáum hvað gerist, Fútark, Rallið. Spennandi að sjá hvort... Þetta er hús, næri ekki að senda. Virkilega vel spilað! Gaman að sjá þetta! Böðlarnir allir inn í herbergi og... Já, Rúnar setti pressu þannig að þeir fóru ekki út. Og mér sýnist að vera mættur hérna á næsta point, næsti búinn að ná tikkinu með Óklokkan. Náðir því! Þeir náðu tikkinu! Gríðarlega skemmtilegt hjá Krissa og Óklokkan hérna. Fljótir að koma sér bara á næsta point. Virkilega vel spilað. Atgerarnir að sína skemmtilega takta. Og Óklokkar og Aron báðir í atgerum með ultin hérna. Fáum væntanlega að sjá EMP koma út. Aron fyrir að setja upp fyrir það. El Maestro eins og að koma með annað graf. Spurning hvort hann að gera meira úr því í þetta skiptið. Aron alveg að detta í pörspum til að hafa með honum. Þannig Dóttingur ætli að finna Snorrs og Atgerarnir bakka bara aftur út. Það var 3 mínútur og ekkert stress. Við þurfum eiginlega að gera einhvern veginn greinamun á þessum Aronum. Annar þeirra með 0 í nafninu og hinn með O. Það er rétt. Aron með 0 og Aron. Kannski við segjum það bara Aron. Aron. Þegar það er Aroninn með O-inu. Út kemur gafið! Og Snorrs er fastur í því. Öðsmann býtt gafið! Báður og tekin út. 2 ult þarna sem að, já, kostar reyndar svolítið mikið. Finna bara 1 þarna með þessu kombói. Og Stíl er svo tekin út hratt á móti, þannig að það er spurning hvernig þetta fer. En hér eru Atgerarnir með öll sín ult. Og ég held að séu einhverjar hamfarir að fara að eiga sér stað. Ekki lítið út í boði hjá... Já, og kemur Dóttir! 3., 4., 5. Það er allt að gera sérna! Þeir ætla ekki að tapa þessum bardaga! Dóttingur til þess að tekur Navi út með deadline'u, en mér sýnist Atgerarnir verið í ágætismálum. Stíl hendur í Primal Rage til að tefja þetta. Sjáum hvað gerist. Finnur þarna Snorrs en Rúnar finnur Dóttingur með sínu Primal Rage. Aron finnur El Maestro. Og nú er spurning hvað gerist. Þeir fara að nálgast tikkið en það er enginn á pointinu og Atgerum. Stíl er mættur til að bjarga því. Virðist gera það. Atgerarnir ekki að ná að fá það út úr þessum bardaga sem þeir vildu. Og nú eiga þeir engin ult. En það eiga reyndar öðlarnir ekki heldur. En bara 1,5 mínúta á klukkunni. Aron hendur í Makri. Hættur að spila Sombru. Þá erum við komnir í fullkominn mirror comps. Nákvæmlega sömu heitur í báðum liðum. Það er rétt hjá þér. Það var bara spurning hverjir spilaði það betur. Aron finnur hérna Óklokkar. Og slekkur aðeins í sókninni. Og Atgerarnir neyðast bara til að bakka. Aron slípaður hérna. Snorrs hingur á bláþræði en Stíl nær svo hreinsan upp á lokum. Og já,
Afi í vesenni og Krissi líka, en Krissi kemst þar út. Nú Bara ekki 30 sekundur á klukkunni. Lítur ekki nógu vel út fyrir að gera engin últ, lítill tími og 3 últ í böðlum. Bráðum 4, bráðum 5. Já, böðlarnir er í ágætti stöðu hérna. Snorrs kom með nanóið og þarf væntanlega að nota það snemma til þess að reyna að slökkva í eitthvað sem leikmönnum áður fá últinn, en hér gerist það El Maestro með rosalega graf. Dottingur fylgir eftir. Ég held að aðgerðarnir geti ekki mikið gert upp úr Ég held þessu. að það striki í reikningin. Krissi gerir tilraun til að snerta hérna. En það dugar ekki til og 1 tikk er niðurstaðan. 53,2% sem að aðgerðarnir ná hérna á seindapointi. Það verður gaman að sjá böðlana halda sig áreiðanlega við Double Bubble. Ég þori eiginlega að fullyrða það. Já, þykir það líklegt. Það voru skemmtilegi taktar þarna á aðgerðunum og virkilega gaman hvernig þeir tóku fyrsta pointið og fyrsta tikki á öðru. Aron, skemmtilegur á Sombranjú. Já, Aron! Nei, það er, jú, hver er Aron og hver er Aron? Aron er með O-inu. Það er með O-inu. Já, það er verður að vera Aron. Já, og Aron er komin yfir á Torbjörn. Rétt. En meðan Aron er að spila Tracer. Nei, Vito. Við verðum að gera einhvern veginn greina minn, það gengur ekki hana. Við getum ekki bara sagt Aron aftur og allir halda að þessi sami leikmaðurinn í báðum liðum. Nema að það sé sami leikmaðurinn í báðum liðum, það væri þetta rosalegt. Já, hérna sé ég leikmann undir nafninu Aron í liðinu Bölum. Er þetta nú ekki eitthvað furðulegt? Já. Þetta er mjög áhugavert. Hér sjáum við að aðgerðarnir fara yfir í Orisa Sigma og Torbjörn er mitt Baptiste. Ætla greinilega að reyna að ná að halda þessu svolítið lengi. Halda þessu svolítið saman líka. En spila, já, Brigg með því. Það er nú kannski ekki endilega það sem hefur verið, svona pikki sem manni hefði fyrst átt í hug. Já, kannski ákveðt að stökkva í þessu double bubble. Já, væntanlega er hún að inni til þess. En Óklokkar er antiðaður og í svolítið mikið vesenni en Snorrs hendir Immortality fylgdi til að reyna að hjálpa til með að böðlarnir færa sér svo yfir á high groundið. En Aron heldur low groundinu. Já, Afi tekur hans út. En böðlarnir eru á high groundinu. Manni fari. Kíkvart reynir að ná cheeky killi en tekst ekki og er tekin út af Krissa. Rúna finnur svo stíl og já, El Maestro mætir á pointi en nær ekki gera mikið þar. Þá er það bara Númling og Dortingur sem eru á high groundinu ennþá. Já, nú er það svart. Lítur ekki vel út fyrir böðla. En eru konum með nanóið sem fer væntanlega á stíl stemma í næsta bardaga. Dortingur, Númling læðast hérna. Númling komið með últið. Reyna að draga atgerana í sundur. Neyða Óklokkar á pointið. Atgerarnir eru með svolítið, já, split attention en það skiptir ekki máli. Krissi! Hann er bara að drepa alla hérna. Dortingur verður úti hérna eftir. Krissi á móti Dortinglin. Krissi er stönnaður en heldur lífinu og finnur svo Dortingul. Krissi geggjaður í þessum bardaga. Og með 4 pikk að minnstakosti. Átti örugglega þátt í fleirum. Og já, núna fá böðlarnir loksins að koma aftur inn saman sem lið. Þetta var svolítið dýrt fyrir það að vera svona splittaðir. Mistu þarna heila mínútu. En hér kemur Nanóð út á stíl sem hendir í primal rageið. Bakkar svo bara út og ja, kemur svo undir aftur inn en fellur. Stendur hann í Molten Core og er að fá fókus frá mörgum leikmönnum í einu. Atgerarnir er að verjast vel. Dortingur hendir svo í dagið. Fyrir enga á Krissi, stekku bara í honum. Aron er á pointinu. En Aron hendir honum bara fyrir rútuna. Krissi finnur svo stíl. Og Aron finnur El Maestro líka. Bara supportarinn hjá, Bölum eftir, bara Númlingi eftir. Númlingi vesenni.
Og mínúta rétt rúmlega sem að bölarnir hafa ekki konum með tikk en það er eitthvað mikið að gerast. El Maestro reyndar að nálgast Graviton Surgeið en 3 ult í boði hjá atgerum og langt í flest önnur hjá bölum, bara Fulldark sem með transið. El Maestro alveg að vera að koma með Gravitonið 50 sekundur á klukkunni. Stíl komin yfir að bolta, hangir inn í herbergi. Kannski er hann að testa Chris á hægrandunni, ég veit ekki, nei, hann mætir hann og slammar inn í tankana. Hér kemur grafið út! En Immortality hugsanlega að bjarga þessu ásamt skildinu frá Óklokkar. Bölarnir ekki að fá þessi vilja út úr þessu og hér kemur Fluxi frá Óklokkar, finnur þetta ringa geggjað anti hann frá Númling. En ég held að duði ekki til. Hér kemur anti, nei, Nanoið, ég er að ruggla þessu alveg saman á El Maestro. En það dugar ekki til og mér sýnist Atgerðin bara að vera að fara að taka þetta, stílið einn eftir. Stílið ekki eftir lengur, Krissi geggjaður í þessum leik. Og já, það er staðfest. Við erum komið með stöðuna 1-1, Atgerðar ná stíi hérna, Bölar að missa að fá sitt fyrsta stig á móti sér. Og hér kemur playoff the game, ég trúi því ekki að það sé annar en Krissi. Það er El Maestro. Það var þetta gott Graviton sem að slökkti í síðustu vonum hjá atgerðum til að klára point 2 en það skiptir ekki máli því að atgerðarnir héldu svo bara full hold og gáfu bölunum ekki einu svona tikk. Þá eru það bölarnir sem fá að velja næsta map og það má ekki vera control map og það má ekki vera 2CB map. Sýnst að vera Gibraltar. Það verður spennandi að sjá það. Við höfum nú oft séð Fulldark spila Zenyatta á Gibraltar. Já, Enda geggjaður Zenyatta. Góður í boltaleik. Það er mikið rétt og já, það verður gaman að sjá hvort að hann fær að draga Zenyattaðin fram hérna eða ekki. Atgerðarnir ætla að byrja í vörninni. Og við ætlum bara að fara beist í næsta leik. Já, atgerðarnir ætla greinilega ekki að gefa neitt eftir hérna þó að þeir sé að spila hérna við de facto landsliðið. Þetta er gríðarlega sterkir leikmenn. Já, mjög svo. Við erum að fara að sigla yfir á Gibraltar. Það er ekkert að fara að monta mig mikið en einu sinni átti ég rosalega leik hérna á Gibraltar þar sem ég var að spila elsku bestu dífuna mína og í einum bardaga þá fékk ég nýtt mech 4 sinnum. Og það var fyrir breytingu? Það var, já, mikið rétt fyrir breytingu. Það var geggjaður leikur. Mondras. Stundum verður maður bara aðeins að fá að tója í hotn. En já, fáum að sjá hérna að já, Aron pikka Bastioninn. Spurning hvort við erum að fara að sjá Pirate Ship attack hérna hjá bölum. Já, það var nú eitthvað. En já, atgerðarnir ætla að halda hægrandinu greinilega. Spurning hvort að bölar ætla að teleporta sig yfir á hægrandið og bara taka einfallega að þeim. Já. Já, þeir gera það. Þetta verður spennandi að sjá. Mæta þeim hérna hart. Aron kominn aftur yfir á Tracerinn. Og mér sýnist, nei, bölarnir, nei, atgerðarnir ætla ekki að gefa eftir. Droppa ekki niður á hægrandinu. Nei. Aron hins vegar er að búsa pillunum. Og enginn sér við honum eins og Bölarnir eru allir í haug hérna inn í herberginu.
Hér kemur hins vegar út Nano og Steel ansi snemma. Krissi kemur niður og tekur Aron út. En tiltölulega jafnt eða hvað, Steel reyndar að ná svo að taka hérna Aron út og já, þetta lítur vel út fyrir Böðla. Og enginn að snerta Peloti, það er einfaldlega bara að lalla tilbaka. Aron mætti tilbaka, húsið Pelotinu. Það verður einhver að gera það. Böðlarnir, já, nokkuð þægilegri stöðu. Steel er komið með ult og Dortningur líka. Krissi hins vegar kominn í ulti sitt líka á McCree. Eða McNugget, eða hvað sem hann muni heita á næstu dögum. Hér kemur Deadeye út. Finnur engan, gefur það út hinum megin. Finnur engan. Heldur engan. Natgerarnir verða að snerta 0,76 metrar. Komur svo út bongoið frá Steel. Kemur svo hugsanlega út frá Rúnari eða hvað? Nei, sýnist ekki. Steel er einn að starta pointi og já, hann er tekinn út. Böðlarnir gætu verið að bakka hérna, með sýnist að Natgerarnir standa sig gríðarlega vel. Og Pelotið færist tilbaka. Maestro stekkur svo út til að fá nýtt mech. Og Rúnar og Óklokkar báðir með últin sín tilbúin fyrir næsta bardaga. Hins vegar á Númling Nanoið og hendir væntanlega á Steel sem er búinn að skipta yfir í Japan. 1,5 mínúta sem að Böðlarnir hafa hér. Aron með pólsmobbið. Gerir sér líklega til þess að valda usla hérna. Já, kemur hérna. Hér eins og fær Steel Nanoið og er mættur í 8 aðgerðum. En El Maestro er alveg að missa mekkið. Fær svo reyndar, jú, missið það á endanum. Og Krissi finnur hann svo bara beint leiðan klirrar upp úr því. Rúnar er búinn að henda niður bongoinu og Steel er hérna djúpt inn í aðgerðunum. Spurning hvort að hann kemst út, já, virðist alltaf að gera það. En Óklokkar eldir hann bara uppi og hreinsar hann upp á meðan að Snorrs finnur Dortningul. 40 sekúndur sem að Böðlarnir hafa. Og ennþá eru, já, atgerðarnir í ágætri stöðu hvað últin varðar. Eiga bæði bombu og molten core. El Maestro eins og bombu líka. Hér koma Böðlarnir, allir í hóp. Bardaginn fyrir fram inni í helli. Aron með ult. Mikið að últum að fljúa en ekki neitt búinn að deyja enn, en hér kemur bomban og finnur reyndar engan! Önnur bomba, finnur engan heldur og Óklokkar kemst aftur í mekkið. Engin tíma eftir, það þarf einhver að snerta. Böðlarnir virðast vera að ná smá yfirhönd, búinn að ná 2. Aron slekkur síns vegar í Aroni. Og Pelotið er að færast eða hvað, Fútark finnir svo Óklokkar. Og lítur ekki nóg vel fyrir atgerðina en þeir eru að koma nokkri tilbaka en ná líklega ekki að snerta, nei. Og Böðlarnir í overtime ná íta Pelotinu alla leið. Og atgerðarnir þurfa að, já, grúpa aftur upp. Gríðarlega tæpt. Virkilega tæpt. Ótrúlega tæpt. Mjög tæpt. Og atgerðarnir mæta hérna á hægrandið. Böðlarnir hinum megin. Aron sem var Bardaginn í flugvélinni. Skemmtilega gert þarna á El Maestro sem þarf að íta Aroni niður. Engin fallinn enn. Hér kemur molten core út. Enda á engin fallinn. En mikið í gangi. Ójá. Peloti komur nánast alla leið. Engin að stoppa henni Krissi finnur Steel. Rúnar er hérna niðri, hann er antiðar og í vesenni. Krissi með Deadeye gegnum glugga en já, jú, sér hann að El Maestro en næri ekki að taka hann út. Peloti nánast komið alla leið. Það er engin að snerta. Böðlarnir að gera gríðarlega vel hérna, fljótir að klára point 2.
ekki frá því að El Maestro að fengja hann nano í tvígang. Já. Berið hérna þær fréttir að Bölvun eru búin að taka selina 2-1. Það er staðfest að Bölvun mætir tabliðinu hér. Hér eins og El Maestro að missa mekki sitt og já, deyr hendi í bombur til að geta fengið mekki aftur en var tekin út á meðan. Atgerðarnir hugsanlega ná að steipila sig hérna. Böðlarnir er að gefa eins eftir. Núna finnir svo Flútark sem er heppilegt fyrir atgerðarna því þá þurfa Böðlarnir að bíða eftir honum. Annað sem er mjög heppilegt fyrir atgerðarna, þeir eru með nánast öll últin, öll að þetta í hús. Það er mikið rétt. Dortingull og Flútark, já reynda Númling líka eru þeir einu sem eru með últin hinum einn. Hér kemur út fyrsta, Rúnar hendir niður bongo, það er þetta fljót gert hjá El Maestro að taka út. Krissi hins vegar hendir í dettaði, finnur engan. Óklokkar tekur svo út Aron. Hér kemur Nano aður stíl. En Moltenkóru kemur út frá Aroni. Snorrs og Avi sopaði með bæði supportúltinn, Snorrs hendar sofandi. Krissi finnur Númling. Gríðarlega spennandi barda í gangi. Dortingull finnur svo Krissa. Þetta er ennþá frekar opið. Vel gert það í Óklokkar að loka á últi frá Dortingli. Hendir svo springjunni í gang til þess að getur finnur El Maestro í leiðinni. Heppilegt fyrir Óklokkar sem að fer svo upp á mætir Dortingli. Setur mikla press á hann. Og Böðlarnir, já, eru búin að tapa þessum bardaga. Hann er með pulsebombi, spurning hvort að við fáum að sjá það koma út hérna. Væntanlega kemur út fljótlega. 20 sekundur, Böðlarnir verða eiginlega að vinna þennan bardaga. Aron gerir sér líka eftir að fara inn. Og hendir springjuna á Rúnar en deyr bara sjálfur við það. Rúnar tók 50% minna damage af því að hann hendi bara í shiftið sitt. En nú er engin tími eftir. Engin tími eftir og það er engin á payloadinu. Böðlarnir neyðast til að stökkva þetta niður El Maestro og Númling. Og nú er það að duga að drepast fyrir Böðlarna. Rúnar hendir í bongoið. Aron að drepa Sikkvotn og Óklokkar finnir svo stíl. Úff, hér kemur út grafið og Óklokkar tekur svo El Maestro út. Það er bara Aron og Númling. Jú, og Flútark reyndar þetta líka. Og eru Böðlarnir að fara að ná að ýta þessu? Það er spurning. Flútark er á pointinu. Nei. Og tekin út og atgerðarnir ná að slökkva við þessu. Böðlar ná ekki þetta leið. Hörrættið hans Arons stendur svo vel. Enda með einbot. Þá er komið að atgerðunum. Getum við jafnvel sagt að atgerðarnir eigi atlögu. Það mætti segja það. Gaman að sjá hvort þeir halda sér svipa hluti. Ég er reyndar ef að þeir haldi sér fast í Torbjörnin. En það getur allt gert í þessu. Útilokum ekki neitt. Stundum sé það að törröttið hangir aðeins á payloadinu en það er nú ekki mjög algengt. Hvað þá í svona þessu leveli. Einmitt í svona hærri deilda umhverfi. Attackers incoming in 30 seconds. Já, við sjáum að Böðlarnir ætla að halda sig við bara eiginlega nákvæmlega sama. Og atgerðarnir í mjög svipuðum hlutum líka. Við erum alltaf að taka svipað stratt hugsanlega og Böðlarnir gerðu. Byrja með simmetruna, ætla að örugglega teleporta sig yfir á hægrandi líka. Já, en Böðlar virðist búast við þessu og er ekki alveg jafn saman og nei, þetta er allt annað. Teleporta sig á allt annað stað. Já.
Aron fer svo aftur yfir í torbjörnin og hendi væntanlega turretuna á payloadið. Já, hárrétt. Stóru strákunum finnst greinilega alveg jafn gaman að gera það sama á vitleysingunum okkur. Hér er payloadið að sílast undir brúna. Á fljúandi Böðlarnir halda hæggrandinu. Engin fallinn ennþá, en Óklokkar með pressuna núna, en Futhark finnur svo bara Rúnar. Óklokkar nær endur að hreinsa hann upp, en já, Óklokkar missir svo mekkið. Payloadið situr kjurt. El Maestro ekki langt eftir í grafið. Nei, og finnur Óklokkar. Hann var mekklaus, en Krissi tekur svo Aron. Og payloadið komið aftur á siglingu. Krissi stendur og hreyfir það aðeins. Futhark og Steel reyndar líklegir til að mæta honum bráðlega, eða hvað? Þið þurfum að gera það. Og það er þetta ykkur að gera það. 2,7 metrar, hérna kemur Nanoð út á Steel. Og grafið á Rúnar. En hann lappar bara út úr því, en hann reyndar svo tekinn út af Futhark. Það sáum við líka Deadeye kom út á Dortingli, en það fann engan. Og já, atgerðarnir Dortingur og Krissi í svaka makri í bakta. Krissi hins vegar bakkar. og Aron tekur hann út. Ekki með Molten Core'ið út. En það er enginn eitt í pöldunum. Nei. Enda tveir böðlar sem standa sem fastast á því og þeir eru stórir og sterkir. Ó, já. Zarya og Winston hanna á payloadinu hjá Steel og El Maestro. Stekkur Winston inn. Nei, Steel. Hendir svo í Primal Rage'ið. Hér kemur út bomba frá Óklokkar sem finnur engan, en já, atgerðarnir eru að ná að gera ýmislegt hérna. Futhark hendur svo slekkur í afi, en Krissi er að sóna með Deadeye, finnur svo engan. En nær að finna númling í samstarfi við Aron, finnur svo Futhark líka. Hann er ekki með supporta hérna. Og valla með tanka heldur, já, þeir eru farnir líka og payloadið er alltaf leið. ekki alveg með grafið frá El Maestro, náði ekki alveg að skila tíðarlega með árangri. Hefði verið gott að eiga það núna fyrir næsta bardaga. En hann ætlaði að skipta um hetju, svo það hefur líklega verið hugsunin. Já, Aron sömuleiðis skiptir yfir í Ass. Og Steel kominn aftur yfir á hestinn sem hann elskar. Böðlarnir komnir á high groundið. Rúnar kominn upp á flugvélina. Aron finnur Kristla hérna. Payloadið er hins vegar stopp. Já, Steel vinnur Orisu 1v1-ið. Og þetta er allt í litum böðla hér. Aðgerðarnir þurfa að, já, aðeins að stoppa og hugsa sinn gang. Safna sig saman og keyra svo á þetta. Böðlar eiga hér Nanoboost og Deadeye. 2,5 mínúta til að taka þetta point 2. Úff, skemmtilegt púl hérna hjá Rúnari sem að toga Steel og Aron niður á high groundinu. Og þá mæta atgerðarnir og taka high groundi bara yfir. Aron finnur El Maestro. Krissi finnur svo Dortingul. Lítur vel út fyrir atgerða. Böðlarnir fikra sig aftur upp á high groundið, en Rúnar og Óklokkar standa sem fastast. Steelinn sem að fær Nanoið. Snorrs hendir í gluggan. Payload er að verða með atgerð. El Maestro fær ekki að droppa, jú, gerir það hérna, snerti það. En Óklokkar tekur hann út og þetta er komið! Vel gert hjá atgerum. Héldu böðlunum uppteknum. Og náðu að klára að ýta þessu. Og virðast vera að vinna bardagann líka, já, já. Einfalt og fallegt. 3 mínútur. Og ef það atgerðarnir komast alla leið, þá eru þið búin að vinna mappið. Og þeir eru væntanlega gríðarlega spenntir yfir að fá að gera það. Þau eru ekki einu sem kom alla leið.
Nei, þurfa bara að komast þarna undir og hér kemur Rúnar með bongoið. Og bomba kemur frá Okklokkar og engin skjöldur. Já, El Maestro, það skiptir ekki máli því að bomban óheppilega rakst utan í umhverfið. Bobbin kemur svo út frá Aroni og skemmtilegt flögs hérna. Í flögsinu. Maestro mættir í en Krissi með rosalegt deadeye sem finnur bæði Bob og Dortingul. Spurning hvort að aðgerði Kristi finnur þú það líka. Já, og þetta er búið. 2-1 og þá er spurning hvað böðlarnir velja. Þetta er upp í 3 stig. Aðgerðarnir leiða þetta. Play of the Þeir voru nú, já, byrjum á þessu. Þú þarf play of the game, Brigitte. Slam. Þú þarf virkilega góð supportleikmaður. Mjög svo. Ekki var ég til að vera fyrir þessi svipu. Já, aðgerðarnir leiða hérna 2-1 og verður gaman að sjá hvað böðlarnir gera. Já, mig ekki velja eskort. Allt annað er í búið. Það er örstutt, pása. Spurning hvort við hendum ég bara í highlighta með hann. Já, ef við gerum hann. Það getur verið góð hugmynd. It's Henry. Welcome to a whole new world. Your planet is now under Midranger's control. Humanity will be exterminated. If you hear this message, do not try to leave. Do not try to fight. Do not try to resist. You will be eliminated. Jæja, við erum mættir aftur og já, gríðarlega spennandi leikur framöndan. Þetta er ekki að grínast. Sýnist við að fara að stefna á Kings Row enn eina ferðina. Gaman að sjá hvað gerist hérna.
Þess má geta að, já, eftir að íslensku deildirnar byrjuðu þá hafa böðlar einungis einu sinni tapað leik. Var á móti tröllum í deildinni í fyrra. Og það mun vera líka einu skipti sem þeir fengu bara tap round. Já, gott ef ekki. Atgerðarnir tóku held ég einu sinni á þeim round í season 1 en hafa aldrei unnið á í heilli viðureign og eru víst búin að vera að æfa virkilega mikið undanfarið og ætla aldrei að finna fyrir sig eins og við sjáum í það núna. En já, mér sýnist við að fara að sigla hérna inn á Kings Row eftir smá stund og það er náttúrulega frægt fyrir að vera mappi sem allir eru góðir á. Það var sérstaklega gott brawlmap. Já, ógeðslega gaman að spila Sarju hérna. Ógeðslega gaman að spila ræmstík. Enda ekki mikið high ground sem þarf að vera að kontesta svona meðan við mörgunum upp. Já, það er rétt. Og já, við förum þá ekki að detta hérna inn á Kings Row. Sjáum að, já, Óglokkar er komin á dífuna. Og sýnist, já, böðlarnir ætla að fara í tvöfalt síltanglæn. Já, sýnist það, með symmetru að koma fyrir. Já, spurning hvert ætla að fara. Þetta er kannski ekki alveg mappið þar sem að maður er að berjast við að komast eins hratt á pointið og hægt er, þannig að það er væntanlega einhver strategía í gangi hérna sem að Já, spurning hvort þeir endurtaki leikinn höfðingjum eftir leik gerðdagsins. Útlokkandi maður. Ég er góður. Geggjaður. Heyrðu, við erum að stökkva hérna af stað. Böðlarnir komnir út á spáni. Teleporturinn fyrir væntanlega að fara dætt í hús. Þeir ætla ekki bara að taka high groundið, jú, mæta bara, en teleporturinn er strax tekin út, virkilega vel séð þarna hjá atgerjum. Atgerjarnir, reyndar Rúnar dettur þarna niður en Krissi finnur Aron á meðan. Rúnar nær svo að stoppa Charge frá El Maestro mjög vel. Aron finnur fúttark, stílinn sem finnur Avi á meðan en Aron er í skemmtilegri stöðu þarna uppi með törðið sitt og Atgerjar gera þetta gríðarlega vel. Þessi hættulegur hérna tekur 2 út. Böðlarnir voru nálægt til að fá tikkið en já, Atgerjarnir svöruðu þessu virkilega vel, voru fljótir að bregðast á teleportunum og já, planið hjá Böðlum bara hreinlega gekk ekki upp. Halda sig hins vegar við teleporturinn og ætla að gera aðra atlögu í eitthvað skemmtilegt hérna. Halda sig líka við double shield tanklænið. Hér kemur teleporturinn aftur á high groundið en núna eru þeir sneggri. Fúttark finnur Krissa hérna. Úff, en Sjattir frá El Maestro nær ekki að lenda og Rúnar með geggjaða pressu. Og aftur lúta, já, böðlarnir í lægri hlut hérna. Nú fara últin að tikka inn hjá báðum liðum. Mikið rétt. Kannski aðalega hjá Atgerjum. Já, og já, næstu í 2 mínútur búnar hérna. Nú fara þeir og breytum taktík og fara í gegnum húsið. En Aron er ennþá á symmetrinni. Og hinn Aron situr á Molten Core. Fara aftur út úr hótelinu og teleporta sig aftur upp á sama high groundið. Gefast ekki upp svo auðvitað. Krissi tekin út. Böðlarnir fela sig á meðan Bongo er í gangi. Molten Core kemur úr frá Aroni. Og núna eru böðlarnir mættir á pointið. Rúnarinn sem finnur El Maestro og Aron nær stíl og Óglokkar hendir svo í bombuna en finnur engan meðan Dordingut finnur hann þegar hann er að klifra út úr mekkinu. Og böðlarnir nátt ekkinu, já. Hér kemur svo út deadeyið frá Dordingli, nei, Krissa sig. Finnur reyndar engan. Aron fyrir og mætir Snorrs á high groundinu. Hér er annar tikk komið í hús. Og Atgerjarnir virðast vera búin að tapa þessu pointi. Eða hvað, En Óglokkar reynir samt að snerta. Það tekst og, já, endir samt ekki lengi. Og böðlarnir kánum með fyrsta point.
báðir Baptistar eru með gluggan en böðlarnir leiða annars ansi harkalega í úrslitunum núna. Halda Symmetrun ennþá. Spurning hvort þið séu með einhverjar hugmyndir fyrir Street Face líka eða hvort þeir ætla bara að halda pressunni, berjast nálægt, chargea upp á skildinum hennar Orisu og já, reyna að fá damage outputið. Stíl taka smá off-angle Lítið hérna. Dortingur nær Krissa með flashbanginu. Númling tekur svo af í búinn að pleysa skjöldin sinn vel. Hér eru böðlarnir að blúsandi siglingu. Fyrir böðla. Alveg að vera komnir alla leið hérna. Bara Aron og hann er tekinn út. Gerarnir stillu upp einu sinni. Böðlarnir ennþá með 2, næstum 3 ult. Kíkjum með fyrsta shatterið frá El Maestro. Mjög gott shatter en skemmtilegt immortality líka frá Snorrs. Skemmtileg portal. Hér er ýmislegt að gerast. Atgerarnir algjörlega snúa þessu við, stabilisa. Ná Futhark líka og já, Dorningur neiðist bara til að baka. Það er bara svoleiðis. El Maestro skiptir svo yfir á Reinhardt, yfir á Sigma og aftur yfir á Reinhardt. Krissi hins vegar komin yfir á Echo. En Aron heldur Symmetrunni. Við myndum reyna að taka smá portal kombo með Kurikanum. Dorningull hendir á stað þetta einu. Finnur engan. El Maestro tekur svo turretið. Hér kemur út gluggi og bomban er geggjuð frá Óklokkar, hann er báðum töngunum. Atgerarnir eru að spila ógeðslega vel og sérstaklega Óklokkar. Sjáuð þetta. Virkilega vel gert. Mjög svo. Tvær mínútur á klukkunni. Ekki mikið á últum í boði. Transcendence í atgerum og Óklokkar ekki lengi að finna stíl. Nei, og El Maestro búið með skjöldin sinn. Dortingillina sem tekur Krissa út og Aron svarar þessu bara og böðlarnir bakka aftur. Viðar komið með ult hjá sér. Spurning hvort að böðlarnir initiata með bítinu hérna. Kemur teleporterinn og böðlarnir eru komnir allir í gegn. Róteta hérna og reyna að komast vinstra megin og aftan að atgerunum. Þá kemur bítið út og Symmetru skjöldurinn. Navi hendir í transinn nær eins og ekki bjargar Rúnari. Og þetta lítur vel út fyrir böðla. Þeir eru að gera þetta virkilega vel, skemmtilegt rotation þarna hjá þeim og Sjáum Óklokkar með sprengju hérna eftir smá stund. Já, Óklokkar hendir sprengina pointið en það dugur ekki til eða hvað. Finnur þetta núling. Dortingull hins vegar. Já, tekir þetta Krissa. Atgerarnir hugsanlega ná að kontesta þetta hérna. Nei, sýnist ekki. Nei. Aron var nálægt í að snerta en já, böðlarnir náða í þetta leið með 40 sekúndur eftir. Og Atgerar þurfa það að gera það sama. Vissulega. Eða þeir ætla að taka sigur á hólmi. Ef þeir ætla að eiga möguleika á verða er að ýta þetta leið. Initiating match. Númling virðist hafa gert eitthvað af sér og segir enginn sá þetta, hann virðist hafa misplayað eitthvað. Ég tók reyndar ekki eftir því hvað það var en kannski glöggir áhorfendur geti. Lét hann ekki bara sprengja sér tætlur? Það geti verið. Það er bara gaman að því. Við erum öll mannleg og öll ófullkomin.
Það fáum við að sjá hvað atgerðarnir ætla að gera á sínu attacki. Við erum svolítið að fara í Symmetry líka. Symmetra mikið spiluð attacki hér. Dortingull komin yfir á Hanzo í fyrst skipti í leiknum og Futhark komin yfir á Signature Zenyatta. Úff, passa ykkur nú. Það er ansi hættulegt. En Óklokkar er búinn að vera að sýna gríðarlega takta á þessari dífu. Mjög svo, flottur. Virkilega flottur. Ég er að vera svolítið hræddur við hann. 2, 1. Attackers incoming. Oj! Hér mæta atgerðarnir. Böðlarnir halda frá mjög mörgum mismunandi vinklum og hér kemur teleportið beint inn á pointið frá atgerðarnum. Toga svo Futhark niður og drepa hann. Komið hús. Alveg að nálgast tick nummer 2. Og það komið hús. Steel neyðist á til að snerta á El Maestro líka. En undir þungri skotárás. Gott immortality þetta sem bjargaði Steel. En Rúnar finnur hann á endanum. Rétt ekki, já. Þetta var ekki lengi gert. Atgerðarnir gera þetta gríðarlega vel. Náði að, Passar enn. já, Rúnar náði að stilla skildinu sinum virkilega skemmtilega upp hann á pointinu. Þannig að Böðlarnir voru í stökustu vandræðum. Aron setur turretu upp á peilotinu. El Maestro sem kom með Graviton Fluxið. Atgerðarnir eru 3 að pússa. Það er greinilega að nýta tímana meðan að Böðlarnir eru færið til þess að komast fram yfir hornin hérna. Og nú mætast liðin. Og kemur fluxið. Komin út en Það er 4. gott immortality. Virkilega gott. Hér er hins vegar gluggi frá Númling og Steel nær að taka Aron út. Já. Mikið að degja hérna lítið að leikmennum. Já. En já, Böðlarnir eru að gera þetta vel og ná að pússa ansi hart tilbaka. Það er svo vantilega bara að taka hornið. Já, maður atgerða að koma sér fyrir á hægum. Nei, þeir fara niður eftir. Já. Og hér koma atgerðarnir bara Dortingull sem er með ult í Böðlum. Hér kemur það út en umliðið flott í kórið hinum megin. Flott, maður það er vil. Ekki nóga gott samt. Úff, Dortingull gerir þetta vel. Steel sem er follow-upið og já, atgerðarnir í vesenni. Náðu eins og vera klóri bakkar með því að taka Futhark og Steel út. Virkilega vel dreki á Dortingull. Já, mjög skemmtilegur. Og stormar á sig gegnum hann, þannig að það sá enginn hvaðan örðarnar voru að koma. Hér eru atgerðarnir með 4 ult. Hann reyndar, já, styttist í 3 hjá Böðlum. Krissi finnur Dortingull mjög snemma. Bobbin kemur út frá Aroni. Hér kemur veggur líka frá Symmetru. Óklokkar fljótur að taka Bobbin út. Krissi er komið með tjartið upp og er að bræða alla. Og atgerðarnir virðast bara vera konum með þetta. Reyndar notuðu þeir bongoið og gluggan. Ég veit ekki alveg hvort það var þörf á því. Hér sjáum við að já, turretið er komið aftur á payloadið. Og atgerðarnir hafa slatta af tíma. En ekki slatta af últum. Steel hendur hins vegar í sjattinni á Óklokkar. En ekkert follow-up, hann var bak upp payloadið og enginn náði til hans. Teleportar upp á highgroundið. Bomba kemur út frá Óklokkar. Finnur engan. Steel nær hins vegar að taka Óklokkar út af meðan hann er ekki í mekkinu. En þetta er mjög jafn bardagi enn sem komið er. Futhark finnur undan Snors.
Dortingull tekur Rúnar út og þá lítur þetta ekki alveg nógu vel út fyrir Atgera. Bara Avi og Aron. Og klokka komið tilbaka en það dugar ekki til. Og Atgerarnir þurfa að safna sig eftir saman. Dortingull finnur svo Aron. Og meðan að Atgerarnir er að reyna að grúpa aftur upp. Ekki heppilegt fyrir Atgerarna. Þetta bara regroup. Ekki löng vel lengt eftir en já, böðlarnir óneitanlega með ult advantage sem stendur. El Maestro er með Gravital Fluxið. Dortingull aftur komið með drega. Ýmislegt annað á leiðinni. Sjáum El Maestro með Flux. Þetta kemur transið út frá Avi og gluggi frá Snor. En Gravital Fluxið er komið, nær reyndar ekki að loka neinu killi en Dortingull nær hann að 2. Atgerðin hins vegar halda aðeins áfram. Gefa reyndar smá eftir hérna til þess að Krissi geti komið aftur og Óklokkar. Og mæta núna væntanlega fullum þunga. Stíl mætir óður í bardagan. Molten Core kemur út frá Aroni. Bobbin er fljótur að falla. Kemur Shattir frá Stíl en blokkað af skildinum hjá Rúnari. Númling finnur þess að Krissa. Og Atgerarnir eru að gefa eftir og bakka. Fútar finnur Aron. Kemur út glugginn. Gerir sér líklega til að fara að nota á. 1:40. Böðlarnir er að halda þessu vel. Sýna virkilega góða pressu og Atgerarnir er í smá vandræðum með að reyna að brjóta upp þessa vörn sem að böðlarnir eru búin að setja upp. Hér kemur þess að glugginn. Gott trans þarna til að svara dregunum hjá Avi. Rúnar náði Stíl, það er spurning hvort að Atgerarnir ná að kapitalisa þetta. Notfæra sér þetta tækifæri. El Maestro í vesenni. Og nú eru Atgerarnir að koma. En Stíl er að koma tilbaka. Ásamt ýmsum öðrum. Stíl mætir á pointið. Stoppa payloadið hana. Nei, stúndarsakinn þessu tekin út. Þetta í Flux. 2,5 meter. El Maestro tefur þetta aðeins. Kom með Flux, kemur út. Kemur bomban hins vegar frá Óklokkar finnur reyndar engan. Fluxi fann engan heldur en Fútar náði Krissa. Kemur bongoið frá Rúnari. Óklokkar finnur Stíl. Molten Core kemur út hérna. Númleng finnur þess að Rúnar. Bobbin kemur út aftur. Nú er tíminn orðinn minni en hann var hjá böðlum. Já. Og Atgerarnir virðast vera að tapa þessum bardaga og þurfa að bakka út og reyna einu sinni enn. Þetta er væntanlega síðasti bardaginn sem við fáum að sjá í þessu tiltekna rándi. Stíl til að pússa aðeins ofar til að bardaginn fær fram aðeins framar á vellinum. 10 sekúndur. Atgerarnir í óheppilegri stöðu, þeir verða að koma sér á pointið og fæta þar inn í liði böðla en þetta Rúnar Engin snertir. engin snertir og böðlar ná að jafna þennan leik og staðan er þá 2-2. Bö. Gott comeback Mjög svo. og verður virkilega gaman að sjá þetta síðasta map. Sjáum hérna Dortingull. Vel stað. Hér er frekana upp. Hendur svo í Stormarós, vá, virkilega gert. Virkilega vel gert meina ég, en virkilega gert líka. Vissulega gert. Vissulega virkilega gert. Þetta var allavega vissulega gert. Ég Jú, vissulega. Ég ætlum ekki að veit nefna það því. ekki. Þá velja Atgerar mappið. Og það má ekki vera hybrid. Já, fyrir það sem ekki vita þá er reglan sérst þannig að það má alltaf velja hvaða map sem er svo lengi sem það er ekki akkurat sama map típa á síðast. Þannig að, já, við getum til dæmis séð aftur eins og Gibraltar escort map sem var hérna áðan. Það má bara ekki vera hybrid aftur.
En það má náttúrulega ekki vera samt sem áður sama mapp og var spilað á hann, en það má vera Nei. sama típa. Þannig að það Þannig mætti við ekki vera getum típa alltaf, ekki það mætti vera... Já, einmitt. Út ágættur. Já, já. Algjörlega. Já, Ég er mjög ágætur. En líka ansi ruglað verði að segja. Jæja, þá eru aðgerðarnir að reyna að ákveða sig. Spenntur að sjá hvað er velja. ég og svo. Við býðum bara spækjara með hann. Viltu koma með eitthvað plön í jólafríið? Jólafríð? Já. Já, ég er nefnilega danskur og ég plana marga viku fyrirfram. Já, Yes, ég meina, I planned in week 3 to I was gonna do nothing. Þú náttúrulega bjóst í Danmörku, hvað heldur að ég viti? Bara ýmislegt. Nei, ég er nú ekki búinn að plana jólafríð þitt. Þú ert þess að ekki komin á það að ætla að fara eitthvað til útlanda eða eitthvað svoleiðis í COVID yfir jólin. Nei, en þú? Nei, ég held ég sleppi því. Ég veit ekki alveg hvað ég ætti að fara að gera þar. Nei. Jendur. Kít var að benda á að, já, okkar besti maður Blue Boy á afmæli í dag, við kannski hendum í gott shoutout og kannski ef allir í chatinu myndi bara henda í til hamingju með daginn Blue Boy. Það væri geggjað. Ég, Blue Boy. Áfram Blue Boy. Heyrðu, mér sýnist vera búið að ákveða hvað mapp verður fyrir valinu. Nú, og hvaða mapp er það? Já, vilt þú segja það ég? Mér sýnist þessi Lijiang. Lijiang Tower. Já, ég heldur sem bara að fara að vinda okkur í það. Now arriving at Lijiang Tower. Initiating match. Já, Night Market verður það. Sjáum líklega Symmetru Mirror kampjana. Það er svona standardinn þessa dagana. Það er gaman að sjá eitthvað annað. Já, Það er bara svo gríðarlega öflugt á þessu mappi. já, virkilega gaman að taka hann teleporter upp í gluggan og vera komnir á pointið á 0-1. Það og turret treyðrið á pointinu. Einmitt. Ready for battle. Aron pikkar Genji hérna. Já. Það er ekki hvað sem við sjáum, höfum séð mikið undanfarið og Krissi á föru, þetta virðist alltaf vera eitthvað, já, nei, hann er bara að stríða, hann ætlar ekki að fara á Genji. En ég hlakkar enda til að sjá föruna. Já, mjög svo. 5, 4, Þá er við það komin yfir á Mercy og svona þarf að sjá að hýra tankana. round Það er lítið annað en Dordigul sem að getur dílað við það. Mikið rétt. Teleporter online. Teleporturinn kemur eins og það út frá böðlum sem að mæta beint á pointið. Þessi er óður í killið. Sjá hvað gerist hér. Já, böðlarnir mæta bara út og ætla að taka hann út snemma. En Krissi nær bara að taka stíl út samt. Og Aron finnir Dordigul. Þessi er hættulega sko að baki liðið þeirra. Já. Ætluðu að reyna að ná að taka Krissa hérna hratt út en tókst ekki. Aron hins vegar finnur Rúnar og böðlar kappa pointið en Aron nær númling. Og Aroni. Það er Maestro að tekur hann þetta út að lokum og já, úff. Þetta er búið að fara fram og tilbaka en Krissi er enn á lífi. Ja, misti sendar supportið sem þarna í Avi og neyðist það til að bakka. Leit ekki vel út fyrir böðlunar á tímbili en komur skemmtilega tilbaka. Já, gaman að förni hérna. Já. Og já, Krissi er komið með Baras. Já, sjáum hvað gerist hér. Það kom ekki út snemma, hann er kominn hérna utan á. Gæti verið hættulega að gera með Symmetru treyðrið á pointinu. Já, en reyndar eru böðlarnir komnir af pointinu. Já, og út kemur Kemur út og finnur Aron. Gott. Þú þarf knærins verið að henda ofklokkar út á mappinu. Nei, drepa hann bara, ég er bara ruglaður. Krissi finnur svo El Maestro. Beatty kemur út frá Fulldark. Aron hendir inn í Motlingor. Og mér sýnist aðgerð að vera að snúa þessu við. Snors á hérna glugga. Já,
Atgerðarnir bakkinn að pointið, ná Dortingli en Steel hendi Mines að point. Tefur þetta aðeins fyrir atgerðarna sem virðast reyndar, já, ekkert endilega ætla að ná að kappa þetta. Böðlarnir konur í 70%. Það gerist svo hratt á þessum koffmöppum. Krissi finnur fulldark og þarna comebackið að koma hjá atgerðum. Aron svakalegur hérna, aðla törðutu. Hann góður í að hamra lemur og Óklokar fyrir út af, sækir sér nýtt nekk. Það góð hugmynd. Svo komið með bombuna. En böðlarnir eru komnir í 82%. Þetta svo ótrúlega fljótt að gerast. Já, mjög svo. Það taki 1,2 sekundur að fá 1%. Sjáum hérna. Nei, hvað sjáum við? Við veitum ekki hvað sjáum. Þeir eru að taka rotation hérna, böðlarnir, og ætla greinilega að reyna að ná að díla við Krissa hérna áður þeir gera nokkuð annað, en það er bara ekki að ganga hjá þeim. Krissi með ágættispress og hér kemur bomban frá Óklokar á Krissi! Og wow! Þetta gerðist ansi hratt, virkilega vel gert hjá atgerðum. Krissi það nú teamkill á bara engum tíma. Það var einhvern veginn alltaf mikið í gangi í einu til þess að, já, við getum brugðist við hérna böðlarnir. Molten Core, bomba og Barras. Spurning hvort það borgir sig að hafa notað svona mikið últum. Já, lítið últum og bóði hjá hvoru í liðinu. Já. Útgjöfum teleportur, allir Mæta pointið. El Maestro nær Snorrs út af. Virkilega vel gert. El Maestro reynir svo að kontesta Krissa. Eru ófuðark með Óklokar. Og Böðlar búinn að ná pointinn aftur og með yfirhöndina. Líklega ná atgerðarnir að koma einu sinni enn. Lítill tími eftir. 10, 9, 8, 7. Og Hreyri komið upp að 3%. Núna verða atgerðar sterkt og Óklokar mættur. Hér svakalegur bardagi að hefjast. Mikið á últum frá Böðlum. Og tíminn knappur. Óklokar þarf að snerta aftur. Krissi mættur hérna með Barras en drippur sjálfan sig. 5 metrur skildinu. Mér sýnist Böðlarnir vera að taka þetta mapp. Já, og Böðlar að taka fyrsta ránd. Já, ég meina það rándið, ekki mappið. Þá fljúum við yfir á næsta staðinn í Lijiang og það Gardens. Oft séð Symmetru virka verið hér líka. Mikið rétt. Spurning hvort að Aron breytir til eða hvort hann haldi henni. Reist ólíkt að hann breytir til. Hins vegar Aron hinum meginn komin yfir á Sombru. Það virkaði vel fyrir að ná hann. Já, Krissi komin á Symmetru. 3, 2, 1. Það er gaman að sjá hvað liðin gera hér. Verður þetta Symmetra beint yfir í Tracer. Já, allavega hjá Krissa. En Aron virðist alltaf að halda sig við Symmetruna. Böðlarnir eru komnir á point. Dortingur finnur Rúnar þetta snemma. Eru atgerðarnir að missa tökin. Þeir eru í svolítið miklu vesenni hérna og neyðast til að bakka út. Böðlarnir kappa pointið og atgerðarnir breyta til. Rúnar fer af Winston og yfir á Orison aftur. Sjá minna förun aftur, ánægð með það. Já. Og Torfinn sömuleiðis. Og þá mæta atgerðarnir til leiks. Eru komnir að pointinu. Krissi tekur off angul, skýtur aðeins í bakið að Böðlum. Við kemur þess að glugginn frá Númling, en Krissi finnur Dortingun á meðan. Nú lítið sem getur gert eitthvað í honum. Já. Steel getur sett smá pressu en þegar hann með Avi á bakinu á sér og þá dugar það skammt. En Krissi fá væntanlega að leika frekar lausum hala núna.
Já, næri hann að stíl akkurat þegar hann að últa Já, og últar. og hendur sér bara í ult sjálfur og tekur Aron út. Og þá, er lítið að gera en að kafa pointið og böðlarnir þurfa að safna sér aftur saman. Mjög vel gert að ná að taka Dordingun svona snemma út. Já, það var alveg key moment. Númling reyndar getur alveg sett pressu á Krissa líka. Já, hann getur það. En böðlarnir halda sig innan þeirra. Það er svo vantarlega teleporta bara beint inn á pointið. Réttlæti. Nei, hann hlaupa bara, teleporta inn á pointið. Og bomban frá O'Clockar, ekki alveg nógu vel útfærð. Vegna þess að þeir voru í miðjum klíma teleporta. El Maestro hendur sig í sjattelið, finnur engan, mætir svo Rúnari á pointinu. O'Clockar fyrir út af. Og hér eru böðlarnir hugsanlega að ná yfirhöndinni aftur, mér sýnist það. Það er bara svoleiðis. Krissi heldur lífi. Eða hvað? Jú. Já, kemst tilbaka. Sýnist lykillinn fyrir Atgeir að vera að ná að taka Dordingur snemma út til þess að Krissi fá að leika lausum hala. Það hefur verið það sem er að virka fyrir þá hingað til. Kemur út Bongo frá Rúnari, Gluggi hins vegar, svo frá Númling á móti og líka frá Snors, en enginn fallinn enn. Molten Kori frá Aron Aron tekur hann bara út. O'Clockarinn sem er doppelkillið. Það meina böðlarnir eru alveg að vera komnir í 100% en 99%. Tekur út Númling. Og núna eru Atgeirarnir held ég að snúa sig við, Fúþark einn eftir á pointinu núna. Fellur hérna og Atgeirarnir kappa þetta aftur. Böðlarnir þurfa að ná að snúa sig við og hreinsa upp alla Atgeirana og þá eru þeir búnir að vinna. En Atgeirarnir ætla að gera allt sem þeir geta til að koma veg fyrir það. Já, meina, Og Krissi er með Baras. Baras. Spenntur að sjá hvað gerist hérna. 60% að detta í hús hjá Atgeirum. Þurfa einn bardaga og svo annan í viðbót. Öllum líkindum nema hann verið langur. Sjáum hvað gerist. Út kemur brasið. Svo finnur Aron snemma. Stílins að finnur Krissa á móti. Það er ekki nógu gott. Nei, lítur ekki vel út. Enginn að gaf pointið samt. En O'Clockar hendir í bombu en skjöldurinn á Stíl nær að covera það. Já, þetta lítur ekki vel út fyrir að gera. Nei, böðlar virðast bara vera búnir að vinna. Sýnist á öllu. Krissi nær ekki að snerta og O'Clockar ekki heldur. Já, böðlarnir til hamingju. Komnir í úrslitaleikin. Og Atgeirar mæta þá bölvun í, loser final leiknum sem sker svo úr það hver mætir bölum í úrslitum. En hér sjáum við Aron. Já. Skemmtilegt. Já, ég er nú virkilega vilja sjá þetta frá turretinu. Já. Þá er... Vistist þér að það sem gerði mest að vinnuna hér? Mikið rétt. Við ætlum að fá nokkur viðtöl hérna á báðum liðum og að þeim loknum að þá förum við eiginlega bara beint yfir í næsta leik. Það verður reyndar skipti á kafterum en verður gaman. Já, fáum hérna Stíl í viðtal. Hvað er þetta blessaður og velkomin? Góðan daginn. Jæja, hvernig syngur þér þetta? Bara ágætlega sko. Það komi stress í ykkur? Stress? Ég veit ekki hvað það er sko. Rennur ekki blóð í honum. Það var samt, þetta var örugglega besti leikir sem ég spilaði í íslensku sérunni sko. Já. Það var svakalega leikur. Þær voru með good counterstrat á okkar mainstrat og það var smá discomfort að spila annan stöf en á endanum fyndu það sem workar og það er alltaf eitthvað age card up my sleeve sko. Það sjálfsögðu. Það verður að velja. Já, þetta var ógeðslega skemmtilegu leikur. Ég var hann stressaði fyrir ykkar hendan á tímabili að vera að fara að tapa ykkar fyrsta leik. Það voru nokkuð mistakes sem eru frekar apparent en
eins og böðla nænirnan á Temple var alveg smá vandrarlegt sko en Var svolítið, en bara vel spilað hjá atgjörum þar líka. já, mjög vel spilað sko. Það er Já, náttúrulega spilað drullu mikið til að setja down bara Nano Vangi. Nákvæmlega. En já, við náðum að counterstarta mótið þannig að worked out sko. Þetta var skemmtilegt. Það er spurning hvort að atgerðandi ná svo að vinna úrslitaleikin í loser final og mæti ykkur svo bara jafnvel aftur í kvöld. Já, veitu, hverjir voru í losers final á mótið þeim hérna? Það eru Bölvun. Ég er ekkert búinn að fylgjast mikið með þeim en mér finnst alveg líklegt að aðgerða taki á ef þeir spila jafn vel og þeir spila á mót okkur. Það Já. kemur allt í ljós hérna á eftir í næsta leik sem að byrja eftir smástund en já, bara ótrúlega gaman að fylgjast með ykkur. Þeir eru náttúrulega geggjaðir eins og alltaf. Takk. Það er spurning hvort við fáum ekki bara að fá atgerðina hérna yfir. Það er ekki löng viðtölin sem við erum að halda í þessum móti núna því að það er mikil keyrsla og annar leikur sem bara býður eftir okkur. Þannig að þið fáið bara smá pásu í böðlum og mætið svo bara aftur í úrslitaleikin í kvöld. Til hamingju. Já, takk fyrir það. Takk fyrir viðtalið. Bara heyrumst aftur í kvöld. Já, gangi ykkur vel. Já, vonandi. Jæja, þá eru Aron og Óglokar mættir hérna til okkar. Velkomnir. Velkomnir. Takk. Jæja, hvernig er stemmingin? Þú veist, Við erum smá pirraðir yfir sko. Já, við erum svona smá pirraðir yfir að tapa. Ég er ágætur. Ekki penski pirraðir, en bara svona Já, ég meina, göggandi skilur. Já, Ég er nú ansi vissum að Sveitin hafi runnið aðeins hjá böðlum á tímabili. já, ég ætla rétt að vona það. í stöðunni 2-1, þetta var ansi vel gert hjá okkur. Takk. Vorum við myndið að ræða við stíl, þetta skemmtilega play þar sem á Anubis, þar sem að þið, náðu að taka tikk og svo annað beint í kjölfæri á næsta pointi Já, átt að finna að bregðast við því. það voru allir eftir. Já, Einmitt. Ég misti eiginlega bara að því sjálfur, allt í náttúrulega. Ég hef búinn að snið fram með mér sko. þetta var ótrúlega skemmtilegt. En já, þið eru að koma virkilega sterkir inn í það mót. Maður sér það alveg að þið eru búin að æfa ykkur gríðarlega undanfarið. Já, búið að vera aðeins nokkur reglulega sko. Já, Og Óglokar, þú ert að koma inn í liðið, ekki satt? Jú, það er rétt. Já, og hvaðan ert að koma? Ég var sem sagt, þú veist, ég var eiginlega ekkert að spila í semsta móti en ég var skráður sem sub hjá Silfur. Já. En ég spilaði ekkert í mótinu, þannig að ég er rauninni nýr í þessu. Ég skil. Þú ert að koma mjög sterkur inn, við fögnum þér hátt á skiptina. Já, takk. Takk fyrir. Mjög hefnir að hafa fengið hann. já, þetta er búið að vera frábært. Og ég mani mitt sko á meðan að hitt móti var í gangi að þá fann ég reyndar eitthvað myndband á YouTube sem var eitthvað svona highlight myndband þar sem að mitt Óglokar kom fyrir þegar eitthvað var að hvort það var einhver sem var að klifra á Sarju úr unranked í GM eða eitthvað svona og Já, ég man eftir því. já, þú komst þarna fyrir Já. einmitt á signature boltanauðinum, það var geggjað. Já. Ógeðslega gaman að því. Gaman að þessu. En þið eigið þá bara annan leik fyrir höndum, já bara strax eftir þennan leik. Já. Mætið þá Bölvun og ef ykkur tekst að vinna hana þá fáið þið bara second chance á móti Bölvum í úrslitaleiknum. Það er ætlunin þetta hjá okkur sko. Já. Er það ekki bara hausinn upp og nú eru þið búin að fá smá bragð að því að vera yfir þeim og og já. Við veitum um nokkar hluti sem við þurfum að skerpa á og við komum sterkir inn í úrslitaleikinn bara, held ég. Já. Það verður alltaf gaman að fylgjast með ykkur á móti Bölvun og óskilur bara algjörlega góðs gengis þar. Kannski bara förum að segja þetta gott til þess að þið getur farið að undirbúa ykkur fyrir þann leik sem að hefst bara eftir nokkra mínútur. En bara takk hérlega fyrir að koma til ykkar og frábælega að spila, geggjað að fylgjast með ykkur. Og bara ganga rosalega vel. Já. Takk fyrir. Já, og við ætlum þá að skipta kastera hérna og við tveir, Bjartur og Sævar, þökkum bara kærlega fyrir okkur og bjóðum ykkur góða skemmtun áfram í dag. Það verður algjör veisla. Það eru Wifi og Lilja, stelpurnar geggjuðu sem ætla að koma og taka við hérna af okkur og við erum gríðarlega spenntir að fá að setjast í sófan og horfa
fáum að draga fram poppið og svona. En já, ætlum að taka örstutta pásu á meðan að hinir kastararnir koma sér fyrir og við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur.